En það eru nokkur atriði hérna í viðbót til þess að fara yfir og eitt af þeim eru caching sem þá í raun almennt þegar við erum að vinna með gögn bara á vefnum og við erum að nota HTTP þá erum við alltaf að sækja eitthvað á okkur server. Ég sem client alltaf hérna, hei, látt mig fá þessa mynd, látt mig fá þetta CSS, látt mig fá þetta HTML, látt mig fá þetta og hitt. Og hérna, oft á tíðum erum við alltaf að biðja bara samanleitinu aftur. Og það er náttúrulega óþarfi, ef CSS mitt ekkert að fara að breytast á næsta mánuði, þá engin ástæða til þess að þú sért að sækja í hvert skipti, af því að þú getur bara geymt það hjá þér. Og þá eru 3 leiðir til þess að merkja eða vinna með það hvernig við kössum gögn. Eitt er að segja skilgreina hversu fersk gögnin eru í hversu langan tíma. Þannig að þá segja ég til mér, hér er CSS mitt, ég lofa því að þetta CSS mun alltaf vera CSS sem ég myndi, hvað sem ég láta það fá í n sekundur. Og það getur verið þá í 10 sekundur eða oft er þetta mjög aggressíft, þannig að það er bara eitthvað í 10 ár. Ja, þetta CSS, bara 10 ár verður þetta CSS legit. Og þá þá lendum við því að fólk kemur inn á vefinn okkar í fyrsta skipti, næri CSS-ið okkar og þarf aldrei aftur að ná í CSS-ið okkar. Þannig að þá erum við að spara alltaf HTTP request hvert auka load á einhverju sem við erum að gera á vefnum. Og það getur náttúrulega talið mjög mikið ef það er mikil traffic á vefnum okkar. Ef þú breytir þá CSS-inu, þá client til að skrifa kastinu. Já, það er síðan annað, hvernig við dílum við það þegar við breytum CSS-inu. Við kíkjum aðeins á það hann í lokin. Svo getum við verið með staðfestingu, þannig að þá segjum við, hér er CSS mitt og ég set líka hérna með svona e-tag stimpil og þegar þú biður það aftur, þá máttu senda mér hérna stimpil með og þá get ég látið vita hvort þú þurfur að downloada CSS-inu aftur eða hvort það sé ennþá það sama og þú þurfur þá ekki að gera það. Þannig að þá sleppum við að senda allt CSS-ið en við þurfum samt að búa til HTTP request til þess að spurja, hei, er þetta ennþá í lagi? Og þá er það í raun tvennt, það er annarkvort að senda eitthvað svona tag sem heitir e-tag eða þá að senda dagsetningu sem segir ég er með CSS-ið frá 1. mars klukkan 2:04, er það ennþá nýjasta útgáfan? Já, það er ennþá nýjasta útgáfan eða nei, hér er nýri útgáfa, þetta er útgáfan frá 1. mars klukkan 3:04. Og þá sendum við annarkvort if last modified sem byr þá ef að þetta var modified síðan eða e-tag í header til þess að fá þá upplýsingar hvort það sé í lagi eða ekki. Og síðan er í raun svona ógilding sem þá ef að ég er að vinna á einhverjum vef og ég breyti einhverjum gögnum, ég er að búa til nýja færslu og ég posta þá einhverju á einhvern endapunkt og breyti þá einhverju, posta á eitthvað url, að þá í raun ætti clientinn að í raun invalidata það cache og sækja aftur. Þannig að við það að búa til svona unsafe eða hérna ég man ekki hvað notaði, ekki itempotent, heldur ekki örugga aðgerð, ef við notum svona ekki örugga aðgerð, þá í raun ættum við að hreinsa kassið hjá klientnum. Og svo eru náttúrulega margir möguleika til þess að kassa og kassin, vafrinn, getur kassað bara til þess að í raun flýta fyrir fyrirspurnunum hjá okkur. Þannig að ég opna hi.is, ég sæki CSS-ið og JavaScript-ið, svo fer ég á einhverja aðra undirsíðu, þá er ég með CSS og JavaScript og ég þarf bara að sækja nýja HTML-ið. Svo getum við verið með svona proxy cache sem er þá svipað og í vöfrum nema þá er allir fyrir alla starfsmenn Háskóla Íslands. Ef þú ferð inn á hi.is þá er það geymt í þessum caching server, þessum proxy cache server og þá í raun er það bara sótt þaðan í staðinn fyrir að þurfa að fara eitthvað lengra út á netið. Af því að við náttúrulega verandi á einhverjum stað og sækja eitthvað yfir internetið, þá gerist það alls ekki instantaneously og það er bara takmarkað hraða ljóssins, þannig að það að sækja pakka til Ástralíu héðan, það mun bara alltaf kosta okkur sekundu í bara roundtripið. Tekur bara eitthvað, ég man ekki hvað er, 300 millisekundur að fara til Ástralíu og 300 millisekundur að koma aftur tilbaka frá Ástralíu. Sama hvað það tekur síðan langan tíma að sækja gögnin sem við erum að biðja um. Þannig að það getur sparað okkur mikinn tíma. Og svo getum við verið með svona reverse proxy cache sem þýðir þá að í staðinn fyrir það að HÍ myndi setja upp eitthvað svona cache-þjón þá setjum við upp cache-þjón fyrir okkar verkefni þar sem að við í raun setjum inn allt efnið, við setjum inn hérna CSS okkar og myndirnar okkar og geymum þær á öðrum þjón en
það sem applicationið okkar þannig að þá erum við ekki að nota Express til þess að servera út efnið, og ef þið lesið documentationum fyrir Express Static þá mælt með því fyrir svona stærri verkefni, og þá þegar við setjum það upp á einhverjum svona server sem að hefur það bara, það hans hlutverk að segja til að fá uppfærað útgáfu, sjá að invalidata kassið einhvern veginn með einhverjum aðferðum og að taka við fyrirspurnum frá klientum og láta fá og setja rétt að þessa headera, þannig að þá sé þetta allt sem best, og sem best þá verandi að þú sést að sækja nákvæmlega það sem þú þarft nákvæmlega þegar þú þarft þess, ekki oftar og ekki sjaldnar. Þannig að hér svona mynd sem ég fekk úr grein frá einhverjum sem lýsir þessu vel, og þá það Alice sækir /welcome og það eitthvað kass og það ekkert í kassinu, þannig að við förum í bakendan og við generatum svona validators sem eru þá eins og þetta e-tag og við sendum tilbaka gögnin hello world frá bakendanum, það fer í gegnum kasslægið til síðan notandans, þannig að þá sagt 200 OK, max age 60 sekundur, last modified þriðjudaginn 20. október og hér í raun efnið. Þannig að þá það vistað í klientnum hjá Alice. Svo kemur Alice aftur, eða Bob, og hann fyrir gegnum þetta kass líka og þá biður hann get welcome, en það gerist þess að á innan við 60 sekundum frá hinu responsinu, þannig að þá veit kassið hér, ég á þetta, þau lofuðu mér að þetta í lagi í 60 sekundur, þannig að ég læt Bob bara fá þetta af því að það ekki liðnar meir en 60 sekundur. Þá eitthvað age 30, max age 60 og það ennþá last modified dagsetningin á þessu. Þannig að þá sleppum við það að fara á einhvern bakendaþjón. Og síðan, þegar það gert eitthvað request sem gerist á eftir þessar 60 sekundur, en áður en að það búið að breytast eitthvað gögnin á bakendanum, þannig að þá biðjum við eitthvað, það eru liðnar meira en 60 sekundur, þannig að við búum til requestið og við getum welcome og við segjum, ég sótti þetta seinast 28. október, þetta búið að breytast síðan? Og þá getur bakendinn, í staðinn fyrir það að segjum að þetta sé að búið til einhverja skýrslu sem tekur 10 sekundur, en í hver skipti sem skýrslan búin til, þá búið til svona metadata hey, þetta skýrslan og þetta skýrslanúmer XYZ. Og þú ert að biðja XYZ skýrsluna og þú sóttir hana senast þarna og ég veit að hún ekki búin að uppfærast. Þannig að ég á hana, útgáfan sem þú ert með ennþá nýjasta útgáfan. Þannig að þá segir serverinn 304 not modified og segir síðan cache control max age 60, þú getur síðan treysta að þetta í lagi 60 sekundur viðbót. Og þannig sleppum við þá að framkvæma einhverja kannski dýra útreikninga á serverinn. Og þá fær notandinn þetta bara aftur tilbaka og notandinn í raun alveg, hann finnur ekkert fyrir því að þetta eitthvað annað. Það bara hey, nice, skýrslan, ég baði hann aftur, hún kom aftur og það gerist hratt í staðinn fyrir hægt. Og síðan annað svona í þessu sem yfirleitt gert fyrir svona stærri verkefni, það þá að nota eitthvað svona CDN. Og það þá svona Content Delivery Network sem þá þannig að við í staðinn fyrir að vera bara með einhvern okkar vefþjón á Íslandi og ætla að vera kannski með einhvern markað í Bandaríkjunum, þá það að fara að vera einhver auka kostnaður þegar einhver kemur frá vesturströnd Bandaríkjanna til Íslands, þá það að fara að taka bara 150 millisekundur bara að komast til Íslands til þess að fá eitthvað. Þá getum við nota svona CDN sem segir bara eitthvað, við dreifum frá okkar vefþjón á þetta CDN efnin okkar sem að þarf að nálgast, hvort sem það CSS eða JavaScript eða eitthvað, og þá sé þetta delivery network það að skaffa því til notendana. Og þá kössum við þetta efni á einhvern svona endanóðum, þannig að þá eru kannski með endanóðu fyrir CDN-in á vesturströnd Bandaríkjanna, í Asíu, í Rússlandi og í Eyjaálfu einhvers staðar. Og þá þarf aldrei að fara lengra en á þessa endanóðu til þess að fá efnið. Þannig að þá förum við úr því að vera öll, einhver einn vefþjón að svara öllu til allra, yfir í það að eru mismunandi vélar sem að svara mismunandi klientum hvar þeir eru. Og það eitthvað svona voðalega mikið networking, load balancer, magic í þessu.
og ef að þið farið út í að setja svona upp sem við ætlum að geta farið nánar út í svo sem hér þá munið þið alltaf fá eitthvað svona þá eruð þið með hérna example.com sem vefurinn ykkar og svo munið þið vera að servera allt efnið ykkar frá cdn.example.com og þá bendið þið sem cdn á eitthvað svona content delivery network þjón og svo þegar þið eruð að gefa út vefinn ykkar þá eruð þið ekki bara að gera eitthvað git push á Heroku master eða FTP eitthvað þá þurfum við líka að vera með einhvern prósess sem að tekur HTML, HTML getur verið kassa svona, CSS ykkar, JavaScript ykkar, myndirnar og vídeóin ykkar og dreifir þeim rétt út heiminn. Þannig að þá veit ég hérna ef að það kemur beiðni í Asíu fyrir þetta myndband þá það bara sótt í Asíu. Þá þarf ekki að bíða eftir að sækja alla leið til Bandaríkjanna. Og þetta svona, náttúrulega bara eftir því sem heimurinn minnkar með netinu, þá þetta þetta fyrir að verða svona bara svona standard practice að setja upp svona CDN fyrir öll svona stærri verkefni þar sem að við vitum að kúnnahópurinn okkar ekki bara eitthvað á Íslandi. Hann alþjóðlegur og við vitum alþjóðlegur ekki bara eitthvað notendur í Bretlandi og Danmörku, bara wherever. Þið búið til einhverja sniðuga þjónustu og þið vitið ekkert, þið getur bara slegið í gegn í Malasíu, annað eins hefur gerst. Það hefur eitthvað búið til svona eitthvað þetta eitthvað, ég að hugsa þetta fyrir mig og félaga mína og setja þetta og setja upp nokkra Facebook-auðlýsingar og nokkra AdWords og svona og svo bara kemur eitthvað brjálaður spike frá Austur-Evrópu eitthvað staðar og þetta bara mjög margar svona sögur. Þannig að maður veit aldrei, þetta svona aftur svona eitthvað sem svo þetta svona á ég að skala, á ég að hafa þetta tilbúið áður en ég fæ náttúrulega því ég er með svo brilljant hugmynd eða á ég bara að bregðast við því þegar ég gerist ef að hugmyndin mín er brilljant að ég held. En ok, og svo það svona seinasta sem við ætlum að hæfa okkur aðeins í sér bara að vera með forrit sem kassa sem það bara, þá færum við okkur alveg frá því að vera alveg svona global skala yfir því að vera bara í okkar svona litla einrúmi með forritið okkar og þá getum við búið til bara svona eitthvað kass fyrir okkur og þá getum við til dæmis verið að kassa hluti sem tekur langa tíma að rekna út og við getum kassað bara alla síðun okkar af því að til þess að búa til síðun okkar þá þurfum við að gera 10 gagnagrunnspyrirspurnir og hver gagnagrunnspyrirspurn tekur 100 til 400 millisekundur en við vitum að við þurfum ekkert að gera það oft þannig að við getum í raun kassa það kannski í 2 mínútur og þá erum við að spara öllum þeim sem koma á svona 2 mínútum að bíða í alltaf 500 millisekundur eftir þessu og getum bara serverað þessu beint hratt og örugglega úr einhverju kassi og svo getum við kassað eitthvað gögn frá einhverjum gögnum frá API en þá þurfum við ekki að vera þá getum við búið til API sem segir hey, ég nota svona e-tag eða ég nota svona last modified og þá þurfum við ekki að vera að skiptast of ofta á gögnum. Og þá kemur alltaf spurningin á það, þegar við erum að vinna með kass, hvernig vitum við þá hversu lengi við erum að geyma það og hvernig við erum að hreinsa þau. Og það miklu erfiðara vandamál en maður myndi halda þannig að maður byrjar bara eitthvað svona, ég gerum bara eitthvað svona, en svo bara, nei, það gera svona og virkar ekki, þú verður að gera svona. Ég var bara að gera svona verkefni í seinasta mánuði, bara eitthvað, þetta ekkert mál, 2 dögum seinna bara eitthvað, vá, þetta ógeðslega mikið mál. Og það getur aukið sér hraðan að vera með kass. En það getur líka orðið til þess að við séum að fara að sýna gömul gögn og svo þetta bara eitthvað, hversu mikið virði það okkur að vera hröð versus að sýna stundum of gömul gögn. Og þegar við setjum svona upp, þá munum við alltaf fá einhvern notanda sem að skilur ekki af hverju hann var að uppfara síðuna og hann fór strax og refreshaði og það ekki komið. Þá var það bara út af því að við kössum bara á 60 sekundar fresti og notandinn bara eitthvað, þetta bilað og hringir í okkur strax. Ég var að publisha þessu og það ekkert breytt og af hverju? Bara já, það kass. Og þá fer maður að útfæra eitthvað svona, já, þú veist bara fara þarna og íta takkan sem að hann clear kass. Eða þá við gerum eitthvað svona preview mode þar sem að við förum bypassum kassið. Og það svona mikil gleði sem að getur verið í þessu. Og þá getur maður stundum þurft bara að slökkva öllu kassi því að notandinn bara alltaf að heyra í manni því að bara skilur ekki hvernig kassi virkar sem mjög eðlilegt því að kassi svolítið svona obskjúr. Og svo getum við líka gert það þannig að við erum með eitthvað svona kass í gangi. Til dæmis getum við verið með svona CDN kass þar sem að við kössum bara allt outputið á síðan okkar og þá getur síðan okkur verið niður í einhver tíma en hún getur haldið áfram að svara af því að við erum með þetta kassað á einhverjum endapunkti.
þá hafði kannski lent í að vera að nota einhvern vef og þið fáið upp svona Cloudflare status síðu þar sem gefur svona, hey, netið þitt í lagi og Cloudflare í lagi en við náum bara ekki sambandi við bakendan og þá það einhver sem að notar svona CDN kass til þess að hafa afrit af öllu HTML-inu bara, þannig að það sé allt hratt og snappy en þá einhver regla sem segir á 1 mínútu fresti þarfst að sækja nýtt eintak, þá bara á að sækja þetta nýja eintak klikkaði, þannig að þá raun kassið runnið út og einhver regla sem segir þú mátt aldrei sýna útrunnið kass og það ekki hægt að ná í nýja útgáfu. Og there are only 2 hard things in computer science: cache invalidation and naming things. Þetta ekki langt frá sannleikanum, sko. Herri, ég var með smá dæmi hérna sem að ég leyfi ykkur bara að kíkja á því það ekkert sérstaklega relevant sem hérna með cache og hvernig við getum notað e-tag í Express. Þegar við ætlum að kíkja aðeins á Redis núna.